Oh my god, ég er það nývöknuð að ég sé ekki eins og almennilega á skjáinn. Augun mín eru svona ennþá að vakna. Klukkan er korter í 9 og Ólífer er sko ennþá sofandi. Hann vaknar örugglega eftir smástund samt. Það er 50dagur í dag. Frídagur af því það er uppstigningardagur og það er hátíð á Álftanesinu í dag. Ólífer er vaknaður. Náum ég hann. Góðan daginn. Ertu vaknaður? Erum við nývöknuð? Vá. Vítamín. Og það er smá svona hátíðardagur í dag á Nesinu. Og ég og Brynjar ætlum að hlaupa 5 km í forsetahlaupinu klukkan 10. Eða upphitun byrjar 10. Og hlaupið 10:30. Þannig að ég þarf að vekja Brynjar bráðum. En við ætlum allavega að vera á hátíðinni í dag. Og skoða dýrin. Ég var að skoða mömmu og memi. Hvað langar þér að skoða í dag? Það verða einhver dýr og leiktæki og skemmtanaatriði. Þannig að við ætlum að kíkja. Sko sól úti. Það var spáð alveg fínu veðri í dag. En það var ekki sólarspá. Þannig vonandi helst hún. En ég ætla aðeins að vakna og taka hérna til. Gefa honum morgunmat. Þú gefa það morgunmat? Jú, þú morgunmat. Hvað segirðu? Kissa? Hvað gerir sér kissu? Vaffi? Ís, ætlarðu að fá ís í morgunmat? Ég er komin í hlaupa outfit, stupsur og bollur. Gult þema í hverfinu okkar, þannig að kannski sleppa ekki sem gulur. Brynjar er vaknaður. Við erum smá sein, þannig að við ætlum að drífa okkur yfir í sundlaugina. Ég mætti á símamyndavélina. 147, 146. Það er uppbytun í gangi. Hlaupið byrjar eftir korter. Ég er að taka TikTok, þannig að þið geta horft á það ef þið viljið sjá frá hlaupinu. Þannig að sjáum þið eftir hlaupið. Komin tilbaka. Fengum 1 stykki. Fengum medalju. Ertu stoltur af mamma og pappa? Nei. Brynjar tók hlaupið á 28 mínútum, ég tók hlaupið á 32 mínútum. Hann vildi ekki bíða eftir mér. Það tekur lengi. Það var ógeðslega hraður. Tókum fyrsta kílómetrinn á sko 6 peysi. Ég tek hann vanlega á 6:40. Þannig að ég hægði á mér svo ég væri ekki með að deyja á hlaupasting. Já, vonandi leggur hann sig. Og síðan ætlum við að fara á hátíðina á eftir. Hver er hérna? Mamma. Já, mamma. Og hver er líka? Hver er hérna? Mamma. Mamma. Pabbi. Pappa. Já. Pappa. Þetta er flottastur. Shower, vonandi svæfa Ólífer og fara á hátíðina. Ok, klukkan er alveg orðin 13 mínútur yfir 1. Það var alveg alveg æðisleg tíma sem hún að reyna að svæfa Ólífer. Hann vildi ekki sofna. Og dýrin eru bara til 2 og við þurfum að labba þangað. Þannig að við erum svona að fara að missa að því ef við dreifum okkur ekki af stað. En við Brynjar fórum bara í sturtu, of course. Og ég ætlaði bara að setja pínkulítið á andlitið á mér og henda hárinu mínu í snúð. Setja smá CC-krem og tanning drops framan í mig og kannski augabrúnar. Og þá er ég góð. Vonandi næ ég að gera mig til á svona 5 mínútum. Þá er ég ready. Óli er komin í vagninn. Hvað er klukkan? 1:30. 1:30 og við erum eftir að labba þangað. Fáum kannski 20 mínútur með dýrunum. Ok, hverfin eru sem sagt skipt upp í litum. Við erum gula hverfið. Það er ekki það margir sem að skreyttu sko. Ekki það mikil stemming fyrir því greinilega. Óli er búin að vera bara í allan dag með mig. Hóhó, kísa. Þannig að sjáum hvaða dýr eru þarna. Brynjar er eitthvað rosa hræður í dag. Það var langt fram á mér á hlaupinu og langt fram á mér í labbinu.
Hver er þarna? Nei, Kísa. Hann bara, þarna hún, svo líka þarna. Það er Kísa. Það er eitthvað góðið við kísju. Já. Kanínur á leikskólanum krakka. Kanína, að það. Ef við kíkja hérna? Bindi? Sjá bra, guði. Það er bíl. Álur er aðeins að hlaupa og leika. Brynjar segist það kallt á eyrunum að því að hann var í klippingu svönstu viku. Það er betra. Aðeins já. Ólífur finnst miklu skemmtilega að hlaupa heldur en að fara í hoppukastalana og það. Komin tilbaka. Það er steik á pallinum. Hæ, Whoopi. Það er svo mikið sól. Við erum að njóta í botn. Brynjar er farin inn, hann er ógeðslega þreyttur. Bara að vakna snemma og hlaupið. Og svo tók alveg á að við erum Ólífur í á hátíðina því hann var alltaf bara að hlaupa eitthvað lengst. Bara lengst frá öllu. Mama shark, daddy. Það er svo mikið logg og ekki kaldur vindur. Eða þú veist, þegar ekki vindur þá er hann ekki kaldur. Það er pullutime. Má ég sjá pulluna þína? Já, ég seti svolítið mikið reymólaði hérna í endan, svo. Já. Bulsa og pulsa. Ok, ég er með myndavélina mín á mjög lélegum stað en ég er bara að keyra mjög hægt út úr götunni. Við erum sérst að fara að stoppa hjá Heiðu, Brynjar er á öðrum bíl. Og við erum að fara að sækja pappakassa og búbluplast. Af því að hún er að flytja í dag í nýju íbúðina sína. Og við erum að fara að flytja nýju íbúðina okkar eftir 3 vikur, þannig að við erum að byrja að pakka. Og það er þetta mjög næs, þá get ég kannski bara byrjað í kvöld. Óli var náttúrulega ekkert búinn að leggja sig í dag, þannig að hann er ógeðslega þreyttur, æði. Klukkan er bara 6. Ég hélt að næsta vloggið mitt myndi vera flutningavlogg. En svo svo fekk ég komment á TikTok þar sem einhver var að spyrja hvenær kemur næsta myndband. Og spurningin hvenær kemur næsta myndband er spurning sem að snertir mig alltaf. Því mér finnst svo gaman þegar fólki finnst gaman að fá myndband frá mér. Þannig að ég bara ákvað að vlogga þennan dag. Það var örugglega stutt myndband. Nú er ég að fara á smá riskigötu, þannig ég ætla að setja myndavélina niður og fara að sækja kassa. Hæ. Ég er komin aftur. Ólífur er sofandi aftur í. Hann sofnaði ég er hengirinn sem var búinn að vera upp bílnum í svona 2 mínútur. Og hann sofnaði. Ég er bara að bíða eftir að Brynjar hitti mig ætla að sækja kassana. Myndavélin mín er linsan á myndavélin mín er eitthvað biluð. Ég kveiki á henni og linsan vill ekki fara alla leið út og svo þegar ég slekka á henni þá vill hún ekki fara alla leið inn. Ég þarf svona að ýta henni inn og reyna ógeðslega treg. Já, ég veit ekki hvort ég næ að taka meira, ég trú ekki á þessi biluð. Það er svona eins og að sé eitthvað svona að blokka og hún geti opnast og lokast alveg full 100% sandur eða eitthvað. Alveg búin á því ekki búin að leggja sig og búin að vera úti í allan dag. Ég held að við fórum í svona 1,5 til 2 tíma í pottinum í sólinni. Ég er alveg spókst, ég eigi bara að enda þetta vlogg hér, líka út á myndavélin mín er svo leiðileg núna. Takk fyrir að horfa, mér fannst þetta mjög skemmtilega dagur. Þetta er svona dagur sem ég er svona, ég áttur að fá svona, þetta var góður dagur. Ég er bara svona að veita strax. Mér finnst ógeðslega gaman að bara svona vakna, fá maður kaffi í sólinni og fara að hlaupa, potti, eða bara svona my dream day. Já, ég veit ekki hvað að segja. Ég vloggaði sem sagt hlaupið á TikTok. Og það, þú veist, ef ég fara á prófílinn minn á TikTok þá var það merkt eitthvað forsetahlaupið, þannig að ef þið viljið sjá nánar úr því þá getið kíkt á það. Takk fyrir að horfa og takk fyrir að finnast myndböndin skemmtileg.
vonandi myndavél mín ekki að versna og ég næ að taka upp flutningavlogg í lok mánaðar. Annars kveð ég bara í bili og segi sjáumst næst.